Talandi viðtöl, á línunni næringarfræðingurinn Geir Gunnar, heill og sæll. Sæll að blessa. Þú ert hjá Heilsustofnuninni í Hveragerði? Já, ég starfa þar og þar fáum við marga góða skjólstæðinga og er ótrúlega stoltur að vinna. Bara virkilega gaman. Ég sé hérna inn á heimasíðunni hjá okkur að núna 28. janúar að fara á stað námskeið sem heitir Gjörhygglin námskeið. Já. Hvað er gjörhygli? Hvað er það? Mjög góð spurning. Gjörhygli er líka annar orðið gjörhygli sem mikið nót núna þegar nú vitund. Kenna okkur nútíma stressaða manninum að vera svolítið til staðar í hversteginu. Ekki vera að flögra fram og tilbaka í fortíð eða framtíð eða eitthvað. Já. Og þetta er bara fyrir alla. Ekki veitir nú að því að staldra eins við og anda með nefinu? Að vera til staðar og hugsa svolítið í núinu. Já. Bara þessi námskeið okkar að reynstala ótrúlega vel og þetta er 8 vikna námskeið. Þeir eru utan að koma til gesti frá Heilsustofnun. Þetta gerir einu sinni í viku. Hjúkrunarfræðingur inn á stofnun okkar sem kennir þetta og ótrúlega margir sem hafa gott af þessu. Og þetta er engin ákveðin aldurshópur að neitt. Þetta er bara fyrir alla. Og þetta er bara opið námskeið? Sem vilja bara fá að nýta bara daginn og nýta gjörhyglina betur eða vera meira til staða. Já, og vera í núinu eins og við segjum. Já, og talandi námskeið þá erum líka nýbúið með annan námskeið sem heitir Komdu með. Já. Sem var svona lífstílsnámskeið sem við vorum með á Heilsustofnun. Í eina viku. Upp af alls svona aðeins að kenna fólki að bera ábyrgð eigin heilsu sem nú kjör á Heilsustofnunar. Jú. Og þá í formi mataræðis, hreyfingar og andlega heilsuna þegar við erum ekki án þessu andlega heilsu. Nei, það er málið. Og þetta, svona námskeið, þið með reglulegt námskeið alltaf hjá okkur eða? Fyrirgefðu, hvað segirðu? Eru námskeið alltaf reglulega þetta hjá okkur? Já, við erum með regluleg námskeið. Þetta er lífstílsnámskeið nýbúið, gjörhygglileg námskeið og þegar það líður fram á vorið þá erum við með streitu námskeið. Já. Þannig að, og svo svona bara almennt við ætlum að keyra þetta Komdu með námskeið líka oftar. Keyra það 3-4 sinni yfir árið þannig að þetta á alltaf við að vera huga heilsunni. Þannig að mikilvægt bara að keyra sér námskeið reglulega. Algjörlega. Bara mjög vel svo. Sem er glæsilegt. Og svo náttúrulega bara geta allir nýtt sér Heilsustofnun. Bara all landið þess vegna. Fólk getur komið að borða góðan mat í matstöðun okkar sem opnum fyrir almenning. Já, ég verð nú að segja það að maturinn hjá okkur er ansi góður. Já, það ekki. Góður og heilsusamlegur. Þetta er ekki bara laufblöðu sem að fólk heldur að það sé í boði sko. Nei, Halldór Steinsson kokkurinn okkar, þetta er snillingur þegar kemur að matargerð. Heldur betur. Það eru gamlir skarfar hérna sem að segja nú bara grænmeti sér fyrir kálfana sem fara að borða þetta vestu list sko. Já. Þannig að það er alveg frábært að sjá hvað fólk líka maturinn núna vel. Algjörlega. Það er að gera mikið við gott hráefni í grænmeti og öðru. Já. Og þetta er ekki bara grænmetisfæði, það er líka fiskur á bóðstofnum 2 í viku, þannig að fólk er að nærast vel og ég sé næringafræðingur tryggi það að næringi sé nú góða þannig að það er mjög mikilvægt. Já. Þannig að sé að nærast vel. Talandi það, næringafræðingur, hvað gerir næringafræðingur? Hvert er þitt hlutverk? Á Heilsustofnun er það mjög fjölbreytt. Ég fæ fólk í einkaviðtöl þar sem ég er að fara yfir mataræði þeirra og reyna að leiðbeina betri matarvenjur. Já. Ekkur skortur okkur vítamínu sem að reyna að bæta upp. Fólk kemur inn til mig með alls konar sérþarfir í mataræðinu. Það er ekkur með laktósóþol eða mjólkuróþoli. Það er þetta óþol fyrir glúteni. Fólk er að koma ekkur magaaðgerðum eða styttinga og þörmum með eitthvað. Það er ótrúlega fjölbreytt starfið þarna. Ég er sjálfur líka bara með fyrirlestur innanhús. Þannig að ég kenni fólki holla matavenjur. Ég er með svona loka og hópa matur og þyngd heitir einn hópur. Ég er með fræðslu fyrir sykursýksjúklinga. Starf mitt er ótrúlega fjölbreytt og skemmtilegt og það er gaman að vera næringur við Heilsustofnun. En oft líka svolítið erfitt af því að sumir hlusta ekkert nógu vel sko. Nei, Þegar við vitum ótrúlega mörg okkur næringur er erfiðar að fara eftir í sko. Já, það er herflamáli. Það eru margir sem að byrja og stíga ákveðið skref en svo er spurningum að halda áfram veginn sko. Já, nákvæmlega svona komið sér í vana og hann sagt að taka allt upp í minnstakosti 21 dag að breyta gömlu vönum, ég segja hann síðan mun meira en það oft. Já. En þá ert þú til staðar til þess að leiðbeina og hjálpa? Já, bara alveg, það er mitt starf hann að ég er meiri leiðbeinandi en næringafræðingur, bara leiðbeina fólki í góðu matar og lífsvenjum. Það er svona mitt starf hann. Og ég vil líka nefna fyrst í hefðin á línunni, við vorum að opna alveg mjög flotta heimasíðu sem við erum stolt af. Já. Þannig að heilsustofnun.is, við erum mjög stolt af henni og viljum bara beina fólki inn. Það eru
það er að kynna sér starfsemina og allt sem í gangi og bara ég hvet alla til að kíkja inn á heilsustofnun.is og setja það bara í búkmark sko. Já, algjörlega, ég rattaði einmitt innan þessa heimasíðu og hún ofsalega flott. Já, vel sett upp og ég sé hérna einmitt að sem kannski ágæti spurning að hvert svona hlutverk heilsustofnunarinnar? Helsta hlutverk hennar? Slagurinn að bera ábyrgð á eigin heilsu. Helsta hlutverk okkar væri bara að kenna fólki að bera ábyrgð á eigin heilsu. Þú kemur þarna inn alveg saman hvar hjá þig, hvort sem það burnout, einhver geðsjúkdómur eða krabbameinsaðgerð eða offita eða sykursýki eða það er allir meðhöndlar eins, við ætlum bara að þú fer út frá okkur, við líður betur þú komst inn og svo komið ykkur tækifæri til að bera ábyrgð á eigin heilsu. Fólk þarna frá 3 til 6 vikur og þannig bara berum ábyrgð á eigin heilsu og það er okkar motto og það er að reyna að kenna fólki. Við fáum til okkar yfir 800 dvalargesta árið. Þannig að stór hluti sem kemur inn til okkar og nýtir sér þetta. Og einmitt hérna líka punktur að bjóða upp á heilsueflingu með hvíldar og hressingardull. Já, svona 21. Já, þannig að það er margt í boði hérna hjá ykkur. Já, bara að tala hvíld og hressingu, bara þetta burnout í okkar stressað samfélagi, það er bara ótrúlega algengt í dag að fólk sé að kikna undan öllum kröfunum í vinnu og með fjölskyldu og allt sem í gangi og reyta þessi líkaminn og andlega heilsan bara stopp og ég get ekki meir og þá er gott að vita að heilstofnun geta komið inn bara og aðeins að kúpla sig niður í ná að sofa vel og öfluga hreyfingu og borða gott mataræði. Nákvæmlega, hafið þið tekið eftir er aukning í þessu að fólk þurfi einfallega bara að hvílast? Já, virkilega við tökum vel eftir í og bara þetta er bara hluti af þessu nútíma samfélagi að aukna kröfur á allan innan fyrirtækja og innan fjölskyldurnar og þetta vera allt í öllu allstaðar Já Ég er hérna horfið út á hérna bara umferðin hérna í Reykjavík bara umferðin, þetta er bara rugl á mótnana þetta er bara mjög stressandi það er bara ákveðið stress út af þessu í leikskólan og komast ekki ennum umferðina og bara á réttum tíma á réttum tíma þannig að þetta er bara þetta er svolítið stressað samfélag sem við búum í dag. Já, nákvæmlega. Þannig að þá er að gera að kynna sér heilsustofnun.is og kynna hvað er í boði. Já, bara ég þakka innilega fyrir samtalið, frábært. Það er sömuleiðis, kallar minn og framtækja okkur með heilsuviku bara. Takk fyrir það. Það hafa bara 52 sko, en Já, nákvæmlega, við kannski tökum upp þráðinn þegar líður árið. En takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk, Takk, bless.